Já, og takk fyrir að bjóða mér að spjalla hérna við ykkur. Þetta verður nú ekkert mjög massíft erindi vonandi, en hérna ég var nú frekar andlaus þegar María hafði samband við mig, sko, vissi ekkert hvað ég ætti að setja hann í útdráttinn, þannig að þetta verður svona happening. En ég ætla að segja svona frá þessari bók sem ég var nýkomin út og ég get nú láta hann að ganga hérna ef einhverju hafi ekki séð hana. Þetta er sæmilegast að skruta. Já, það er meðilegt. Og hún er búin að vera í hugafóstu mitt alveg frá því 1980 þegar ég byrjaði að kenna við Fjölbrautaskólann í Ármúla. Það var reyndar 83, þetta er ekki alveg rétt um hérna. Og þá var mér falið að kenna 2 áfanga í vistfræði, almenna vistfræði og svo vistfræði Íslands. Þetta var metnaðarfullur skóli den tíð og ég satt án það ekki finna en kennslubók í vistfræði Íslands, þannig að ég satt við fram á rauða nætu að tína þekkingabrótur hinum á þessum skrutum og matreiða þetta fyrir nemendum mína. Þá byrjaði að hugsa mikið var nú sniðugt ef einhver tæki sér til og þetta safnaði saman allir í þekkingum vistfræði landsins á eina bók til kennslu. Og svo fór ég nú reyndar að sinna ýmsu öðru, ég fór í rannsóknarvinnu og stjórnunarstörf og gleymdi þessari hugmynd svona nokkurn veginn þangað til aldamótin. Ég sá mynd vistfræði Grænlands. Þá aftur fór þetta svona stað í hausnum á mér að þetta væri nú gaman að reyna að spreyta sig á þessu verki og ég fór svo stað haustið 2007, sótt styrk til hagþengis og gekk mér niður í umhverfisráðuneyti og þar satt hérna Þórunn Sveinbjarnardóttir og var svo vinsamlega að veita mér styrk, svo það var ekki eftir snúið og í ársbyrjun 2008 þá settist yfir skriftir. Þá var ég starfsmaður þessarar stofnunar, reyndar á öðrum stað í bænum og hún var svo vinsamlega að veita mér leyfi að 75% til að hefja þessar skriftir og ég var svona við þetta nánast í fullu starfi næstu 2 árin til 2010 en þá voru allir sjóður urnir sem er hugkvæmt til að sækja í og ég var að fá mér vinnu og sóttum vinnu sem þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði og hef geymt því starfi síðan og bókin var þá svona bunnin í hjáverkum með því. En auðvitað er svona bók ekki einsmannsverk. Ég er náttúrulega að reyna þarna að safna saman á eina bók þekkingu sem hefur orðið til hjá hundruðum ef ekki þúsundum einstaklinga. Og það var ekki ég einn sem að bjó þetta verk til heldur. Ég reyndar algjörlega ábyrgur fyrir textanum. En umbrótið og hönnunin, það er sonur minn Baldur sem að sáum það, hann á heiðurinn af þessu fallega útliti. Og Elísa Vendra mín sem ítalskur hönnuður sem að starfaði hér 2 ára bil, hún sá þetta, búið til þetta kollass á forsíðuna sem hefur vakið reyndar mikla athygli. Katla Maríudóttir kom líka að hönnun verksins. Nú, ég var upphaflega hjá bókaútgáfunni Opnu, Sigurði Svavarssyni og Guðrúnu Magnúsdóttir eða Einarsdóttir, ég maður. Er hún ekki Magnúsdóttir? Já, ég ætla að segja það, þetta er kolvöldstæmi. Ég veit ekki af hverju ég setti Eyjólfsdóttir hérna, en hún er Magnúsdóttir. Hún las yfir og bjó til ítarorðaskrána og þau náttúrulega bæði lásu þetta yfir í handriti. Þórgunnur Skúladóttir las prófarkalestur hjá forlaginu, þau síðan gerðu samning við forlagið þegar þau treystu sér ekki til að gefa bókina út eða prenta hana og liggja með lager og markaðssetja hana. Þau gerðu samning við forlagið og það las Þórgunnur Skúladóttir yfir verkið. Eyjólfur Jónsson kom líka að umbroti. Ég hef tekið langflestar ljósmyndir en það auðvitað fjöldinn allur af ljósmyndurum sem hafa líka komið að þessu verki. Jóhann Óli Hilmarsson á flestar myndir fyrir það mig. Það var reskingin sem fór með græðunar. Og neðan sjáum myndir það eru kafarar norðan, Erlendur Bóasson og Erlendur Guðmundsson og Gísli Arnar Guðmundsson sem að eiga þær. Og svo eru hinnir og þessir sem að eiga myndir í bókinni. Og ég fekk líka svona faglestur og ráðgjöf hjá ýmsum aðilum. Ég reyndar ekki,
og þeir eru listaðir hérna. Agnar Ingólfsson las yfir flesta kafla, Arnþór Garðarsson, líka Árni Einarsson og svo Árni Hjartarson, Gísli Víkings, Haukur Jóhannesson, Helma Malmkvist, Hlynur Óskarsson, Karl Gunnarsson og Þórarinn Þórðarsdóttir lásu yfir svona kafla og kafla í bókinni. Ég er alls ekki að reyna að gera þau neitt samsegnir með enda pródúktu, það er auðvitað algjörlega á mína ábyrgð. Þess að hugmyndin eins og ég var útskýrði, hún þróaði svolítið frá því að verða einhvers konar kennslubók eða ítarrit í vistfræði yfir að verða svona aðgengilegt myndskreytt yfirlitsrit lífríki landsins. Og það var hluta til vegna þess að útgáfu fyrirtæki sem að opna sem að forsvarsmenn þess þau eiginlega svolítið teymdu út í þessa stórbók. Þau töldu það að vera svona söluvænlegri bók heldur en einhver kennslubók. Og líka vegna þess að þó að það sé mjög mikið þekking til, þá er svona kerfisbundin þekking á vistfræði landsins, sérstaklega þurrlendi, bara alls ekkert heilleg til þess að búa til úr henni gott rit, allavega treysti ég mér ekki vel til þess. Það er auðvitað til mjög ítarleg þekking sum kerfi eins og Mývatn, Þingvallavatn, hluta sjávar eins og fyrir Norðurlandi en það vantar ansi mikið svona þetta heillega yfirlit til dæmis bara mólendi. Hvað vitum við vistfræði mólendis? Birkiskógurinn okkar? Jú, talsvert til en svona þessa heildaryfir sem vantar svolítið. En bókin skiptir sem sagt upp í 6 kafla. Þar að veru 3 langstærstir, það er lífríki sjávarins, lífríki ferskvatns, lífríki þurrlendis. 2 inngangskaflar, fyrsti kaflinn hann er svona þessa físísku eðlisþætti sem að auðvitað móta lífríkið. Og svo er annar kaflinn sem er inn að segja svona sögu landsins og sögu lífríkisins, svona í stórum dráttum. Og svo er síðasti kaflinn sem er svona einhver spekuleringi varðandi stöðu lífríkisins og svona framtíðarhorfur, sérstaklega í ljósi þá loftslagsbreytinga og landnýtingar annar. En ég ætla aðeins í þessu erindi að fara í rauninni bara í annan kaflan, þar sem svona að fjalla uppruna lífríkisins. Og auðvitað er lífríki landsins mótað af því umhverfi sem það býr við. Við erum úthafseyja í miðju Atlantshafi, norðarlega á hnettinum. Þannig að loftslag og sjávarstraumar skipta auðvitað mjög miklu máli hnattstaðan. Landið er ungt í jarðfræðilegu tilliti og það er líka mjög stuttur tími frá ísaldarlokum sem ég kemur betur að síðar. Landið er einangrað frá öðrum, sérstaklega frá meginlöndum og uppsprettum lífvera. Og svo er það eldvirknin og eldfjallaða jörðin sem að gefur landinu svolítið sérstöðu. Allt þetta mótar auðvitað lífríkið. Ég ætla að fara bara örlítið betur í það, þetta er svona bara til að sýna hnattstöðuna hérna norður við Heimskautsbaug. Sjávarstraumarnir bjargaði sem bjarga verður. Hér kemur þessi hlýi Irmingarstraumur eða Golfstraumur að sunnan og sveigir hérna upp að landinu og hluta honum fer svo norður fyrir land, stundum ekki, og eftir því þeir endar tíðarfarið í sjónum hérna fyrir Norðurland, hversu mikið að hlýsjónum fer hérna norður fyrir. Og svo snýr Golfstraumurinn við og kemur svona svalsjór hérna tilbaka og hann blandast þessum ískalda pólstraumi sem kemur hérna niður Grænlandi. Það er ekki nema 20.000 ár síðan landið var þakið jökli langt í sjófram, af því að menn telja, og þessi jökull var þykkur og svona að mati jarðfræðinga þá var ekki nema einstöku
fjallstoppar sem stóðu upp úr ísnum og kannski einhver annes hérna fyrir norðan eins og Langanes og kannski hugsanlega fleiri. Þetta er auðvitað ekki nákvæmt kort en svona þetta er hugmyndin að legu ísskjaldarins fyrir 20.000 árum síðan. Og fyrir 11.000 árum síðan þá var jaðar ísskjaldarins einhvers staðar á þessu bili hér. Þannig þetta er auðvitað örstuttur tími í jarðsögulegum skilningi og í skilningi þróunar lífríkis. Nú landið er einangrað, svo ég kom áðan, það er styst til Grænlands, 290 kilometrar, það er svona, en Grænland er náttúrulega mestuleyti jökull eins og við vitið og jökullinn eins og ég kem að síðan, ísaldarjökullinn lá miklu lengur yfir Grænlandi og Nýfundalandi og þessum eigin hérna norður frá heldur en þó yfir norður Evrópu og Skandinavíu. Og svo er það auðvitað eldvirkni sem að skipti verulegu máli. Gegnum landið eins og við vitið þá liggur þetta eldvirka belti. Landið er rauninni ofansjávar hluti Mið-Atlantshafshryggjarins sem eru plötumót Evrasíuflekans og Ameríkuflekans sem eru reka frá austri til vesturs og landið sem sagt gliðna frá austri til vesturs. Og þetta rekbelti eða gosbelti liggur hérna í gegnum landi frá Reykjanesi og svo norður land og út í Öxarfjörðinn. Og á þessu rekbelti eða gosbelti eru eldstöðvakerfi, þessi brúnu flekki hér og megin eldstöðvar í eldstöðvakerfunum. Og auðvitað hefur gosvirknin haft gríðarlega áhrif á mótun lífríkisins og sum á okkur svona sérkennum tengjast henni mikið. En ég er svona að fjalla í þessum fyrsta kafla aðeins hversu gamalt lífríkið er. Elsta berg landsins er 16 milljón ára gamalt, elsta yfirborðsberg sem þekkt er, það er á Vestfjörðum. Og elstu þekktu gróðufélögin eru frá Míósen, steingervingagróðufélögin sem sagt eru frá Míósen, cirka 15 milljón ára gömul. Og þau eru fundin í Arnarfirði, í Selárdal og Botni í Arnarfirði. Og þessi gróðufélög eru auðvitað gjörólík þeim sem við finnum í dag. Þarna var laufskógar sem að svipa til þess gróðu sem við finnum núna á austurströnd Bandaríkjanna. Í Surtarbrandsgili á Barðaströnd eru 12 milljón ára gömul setlög með enn suðlegari tegundum og samkvæmt steingervingaflórunni þá var þetta kannski eitt heitasta tímabil sögunar fyrir 12 milljónum ára. Það fer ekki alveg saman við ískjarnarannsóknir en svona þegar maður lítur bara á steingervingana þá virðist þetta hafa verið einna hlýjasta tímabilið í sögu landsins. Í setlögum í Borgarfirði frá síð-Míósen, cirka 6-7 milljón ára gamli steingervingar, þá finnast ættkvíslir steingervingar sem eru algengar í barrskógum í dag. Elri, þynur, greni, fura og svo framvegis. Og það er greinilegt að loftslag fer kólnandi. Franskri jöklahessa fyrir 3 milljónum ára og eiginlega ísöld er talin að hafa hafist fyrir 2,6 til 2,7 milljónum ára. Og ísöldin eins og við vitum má skipta auðvitað í allmörg hlý- og kuldaskeið. Og það virðist sem að þessum kuldaskeiðin hafa orðið harðar eftir sem að líður á ísöldina. Þau voru reyndar hörð líka í byrjun en svo virðist þau hafa orðið harðar eftir sem leiða og síðasta kuldaskeið var mjög hart og jökullinn eins og rakti á hann lá langt í sjó fram. Og þá er það spurningin sem að menn hafa mikið velt fyrir sér. Ég hef svolítið gaman að þessum pælingum og þessum að skrifa dálítið það í bókinni. Þó að sé kannski orðið svolítið úrelt. Líffræðingar eða náttúrufræðingar hafa lengi deilt það hvort lífríkið landsins þurrkaðist út á síðasta kuldaskeiði ísaldar
eða hvort að hluta því lifði af, og þetta er kallað ördeyðukenningin annars vegar og vetursettukenningin hins vegar. Ördeyðukenningin var reyndar ríkjandi alveg fram til svona 1920 kannski, en þá komu upp grasafræðingar mjög öflugir í Skandinavíu sem að fór að spá í mjög sérkennilegu útbreiðslumynstur plantna eins og til dæmis tröllastaks sem er útbreiddur hérna á austurströnd Ameríku, á Grænlandi, Íslandi og svo í fjöllum Skandinavíu. Þetta er kallað svona vestur-arktísk útbreiðsla. Það er nokkrar plöntur sem að sýna þetta slitrótta útbreiðslumynstur. Og þeir sögðu grasafræðingarnir það eiginlega ekki hægt að skýra þetta nema að ímynda sér að einu sinni hafi þetta verið samfellt útbreiðslusvæði, stórt samfellt útbreiðslusvæði sem svo brotnaði upp á ísöldinni og plönturnar lifðu af á einstöku blettum í gegnum allar ísaldinnar eða gegnum öll kuldaskeiðin. Og þeir benda á að það er náttúrulega líf á jökulskerjum í Vatnajökli og á hafnárunum megin eins og frá Sjósarslandi, það sem er 85% jökull meðalhiti í júlí er ekki nema 2 gráður Celsius og það finnast samt 57 háplöntutegundir. Og svo var það Steindór Steindórsson sem að kannski tók þessa kenningu mest upp á sína arma hér á landi og hann fór að spekulera í útbreiðslumynstri íslenskra háplantna og út frá því þá komst hann að því að hér væru 5 miðsvæði svokölluð sem að hann taldi að hefðu verið íslaus að hluta til á síðasta jökulskeiði og plöntur hefðu lifað af á þessum miðsvæðum. Og þetta stendur kannski við kenninga jarðfræðinga í þá daga, Trausti Jónsson var með eitthvað kenninga sem að studdu þetta. Og hann, melasóli til dæmis svona dæmigerð svona miðsvæða planta sem að algeng á Vestfjörðum, á Eyjafjarðarsvæðinu, Austfjörðum og svona í kringum Borgarfjörðin og Hvalfjörðin. Reyndar ekki hérna á Mýrdals miðsvæðinu. Fjallabláklukka er eina af þessum tegundum sem er svona dæmigerð miðsvæðaplanta finnst hérna á miðju Norðurlandi og eitt fundarstaður á Vestfjörðum. En hann taldi kannski að alltaf fjórðungur flórunar hefði lifað af ísöldina á þessum miðsvæðum. Nú í seinni tíð hafa náttúrufræðingar hins vegar svona fallið frá þessari kenningu og telja flestir í dag að nánast allt lífríki hafi þurrkast út á síðasta kuldaskeið ísaldar. Þeir benda á að það megi skýra þetta slitrótta útbreiðslumynstur plantna og dýra á margan annan hátt en með því að þau hafi lifað af á íslausum svæðum og ísöld. Það er alls konar umhverfisþættir sem eru breytilegir eins og hérna bara snjóþyngd, lofthiti, berggrunnur, selta og svo framvegis. Þannig að þessi kenning miðsvæði sé í rauninni óþörf. Hún passar heldur engan veginn við kenningar jarðfræðinga í dag, eins og ég benti á áðan að þeir telja að í rauninni landið hafi verið hulið jökli langt í sjó fram fyrir 20.000 árum síðan. Svo með komst að því að með erfðarannsóknum að fjárdreifing plantna, það er að segja að plöntur dreifast miklu lengra heldur en áður var talið. Jafnvel plöntur sem að virðast ekki hafa neina mjög sérstaklega öfluga dreifingarmekanisma. Þetta hafa menn fundið með, til dæmis hafa menn komst að því að holtasóli með erfðarannsóknum hafa komst að því að holtasóli hefur borist oft og mörgum sinnum til Svalbarða frá Síberíu aðalega. Það virðist vera stærsti hluti genamengisins virðist vera þaðan upprunnin en líka frá Skandinavíu og jafnvel Grænlandi. Og erfðarannsóknir á tegundum hér á landi, Þóra Ellen Þórhallsdóttir og hérna Hafdís Ægisdóttir gerði rannsókn á fjallabláklukku hér, tóku einangraða stofna og komast að því að það var ákaflega lítill erfðafræðilegur munur á þessum stofnum sem bendir ekki til þess að þær hafi
þessi stofnar hafi verið mjög lengi einangraðir hér á landi. Og þegar menn skoða svona þetta í hnattrænu samhengi þá komast menn að því að það eru tiltölulega fáar innlendar tegundir almennt á þessum svæði þar sem ísaldarjökullinn lá yfir. Margar þessar innlendu tegundir í Skandinavíu sem nú reyndar ekki margar. Þær eru geldæxlandi og geta haft mjög hraða tegundamyndun, kannski með því að tvöfalda litningamengið og álíka mekanism þar sem að tegundamyndun getur verið mjög hröð. En á hinn bóginn þá finnast til dæmis á Rangeleyju sem einhvers staðar hér ofan Austur-Síberíu. Það fjöldinn allur af innlendum tegundum og það svæði var íslaust á ísöldinni síðustu. Nú eina kannski undantekningi sem menn nokkuð sammála að hafi tórt hér yfir ísaldina, það eru svokallaðar ísaldamarfla sem hafa fundist 2 tegundir sem finnast í lindum á Móbergssvæðinu. Önnur býsna algeng á Móbergssvæðinu í lindavatni og hin sjaldgæfari. En þetta eru marflæ sem af tegundur sem hvergi finnast annars staðar og meira segja af ættum sem ekki finnast annars staðar sem bendir til þess að það hafi verið gríðarlega lengi einangraðar. Þannig að svona, já, þetta nú kannski svona flesti líffræðingar eru á því að lífríki hafi nánast þurrkast út á ísöld. En hvernig barst það þó til landsins? Og hvaðan? Lífverur hafa margar dreifingarleiðir, fuglar og kannski stór skordýr geta hreinlega flogið til landsins og fuglarnir hafa gert það. Sumir hrakist reyndar undan vindi smærri. Nú, lífverur eða hlutar þeirra geta borist með vindi og loftstraumum, örverur, gró, lágplantna, mosa, sveppa, fléttna, þörunga og hugsanlega sem fræ og smádýr, eins og mordýr og fleiri geta hugsanlega borist mjög langa leiðir með vindi og loftstraumum. Og ef við skoðum til dæmis hlutdeild hinna ýmsu hópa plantna, ef við hugsum í gamla kerfinu, sveppir eru reyndar ekki plöntur og ekki fléttur heldur, þá sjáum við að sveppir, fléttur og þörungar og mosar mynda langstærsta hluta gróðurríkisins á Íslandi. Blómplöntur eru ekki nema örlítið brot af gróðurríkinu miðað við þessar hópar sem hafa gró og hafa þessa miklu dreifingarhæfni. Með sjávarstraumum, það er kannski fyrst og nátt fjöruplöntur sem hafa beygast þannig og menn sáu það í Surtsey sem náttúrulega ákaflega gott módel til að stúdera þetta. Þó að Surtsey sé ekki nema 28 km frá meginlandi en meðan Ísland 900 km frá næsta meginlandi í austri sem var íslaust. Það hafa bárust fjöruplöntur mjög hratt til eyjarinnar og það er vafalaust gert það líka hér til lands. Og svo náttúrulega stór hluti mikið af lífverum sem geta borist með fuglum sem farþegar annað innvortis fræ sem að fuglarnir éta og skýta svo eða útvortis í firinu og hanga í firi eða skríða inn í firið. Og fuglar reyndar, eins og í Surtsey, þá hafa fuglar borið mikið af hreiðurgerðarefni til eyjarinnar frá meginlandinu og þannig hafa mjög margar plöntur borist. Borgþór Magnússon og Sigurður Magnússon og Sturla Friðriksson hafa áætlað að af þeim 68 plöntutegundum sem lifðu í Surtsey árið 2009 þá hafi 75% þeirra borist með fuglum á einn eða annan hátt. 6 með straumum eða sjávarstraumum og restin, ég man ekki hvað þetta eru 11-12 tegundir með vindi. Auðvitað erum við að tala allt aðra stærðir þegar við erum að hugsa landið eftir í lok ísaldar. Nú, það má spekulera í hvort að lífverur hafi borist með hafís eða rekhöldum eins og rekhaviði. Það er náttúrulega mjög líklegt að minnst ein lífvera, refurinn eða tóan hafi borist með hafís til landsins í einhvern tímann í lok ísaldar.
Það ekki margt sem bendir til þess að lífverur hafi borist hingað til lands með rekhaviði. Rekhaviðurinn á uppruna sinn að mestu leyti í Síberíu og verkið svo hérna í Norður-Íshafinu langan tíma og berst svo hérna með pólstraumnum niður í áttina til Íslands og það ekki í flóru landsins alls ekki margar þekktar tegundir sem upprunnar í Síberíu. Þannig að það ekki talin nein megin dreifingarleið. Nú sumir hafa spekúlerað í því að hugsanlega hafi myndast aðstæður í lok ísaldar þar sem að ísskjöldurum var að hörfa hérna til norðurs. Þá hafi tíma verið ástand þar sem að Golfstraumur kom hérna upp með Bretlandi og Skandinavíu og snarbeygði til norðurs vegna íshellunar sem að mætti. Og hann hefði getað borið með sér jarðvegstorfur og drasl, rekhafi og drasl sem að hafi borið lífverur til landsins. Nú svo hefur fjöldinn allra lífverur borist með mönnum eftir landnám. Steindór Steindórsson áætlar til dæmis að 100 tegundir háplanta eða 20% af háplöntuflórunni hafi borist hingað eftir landnám. Sem nefnt dæmi hófífill, haugarfi, varpa og þegar hún að gefa varpasveit, sveðgras á þetta vera, aldursbrá, fleiri og fleiri, svona svokallaðar reskitegundir eða tegundir sem fylgja mann. Fjöldi smádýra hefur borist til landsins eins og við þekkjum með varningi undanfarna áratugi. Næstum dæmi 4 humlu- og vesputegundir sem algjörlega nýjar í náttúrunni. Hvað segirðu? Já, 8 samtalsmenn, eða 4 humlutegundir og 4 vesputegundir, samtals 8. Þannig að það ýmsar leiðir sem að lífverur hafa til að berast inn á svæði þar sem að skilur þetta. Það ekki þetta að þóka sér til, já. En hérna ég að spekulera í hvaðan þá lífverurinn komi. Ef við gefum okkur það að lífríki landsins hafi sé komið, allt tilkomið eftir ísöld, þá spurningi hvaðan það komið. Og ef við skoðum hlutdeild vestrænna og austrænna tegunda, það að segja vestræn tegund sem býr hér á landi og í vesturheimi, en ekki í austurheimi. Austræn tegund þá tegund sem hér á landi og í Evrópu, en ekki í Ameríku. Og ef við kíkjum á nokkra háplöntur, það 6 vestræna tegundir, engjarósin, sigurskúfur, gulstur meðal þeirra, 108 austrænar, fuglum 3 vestrænar, 34 austrænar. Flesta tegundir auðvitað sirkumpólar, það búa allt í kringum pólinn, bæði í vesturheimi og í Evrópu, en af þeim tegundir sem bundnar við annað svæði, þá yfirgnæfandi meiri hluti austrænar, það að segja, sem að segja okkur að lífríkið komið frá Evrópu, frá Skandinavíu, Norður-Evrópu. Og það ennfremur tiltölulega mjög fáar hánorrænar tegundir, bæði meðal dýra og plantna hér á landi, þannig að allt þetta segir okkur að lífríkið hefur kaldtemprað yfirbragð og sver sig meira í ætt við lífríki Norðvestur-Evrópu heldur en lífríki Ameríku. Og það mjög skiljanlegt ef menn spá í lok ísaldar, þá lá íshellan miklu lengur yfir Grænlandi, Nýfundnalandi og þessum eyjum hérna í norður frá heldur en yfir Skandinavíu og Evrópu. Þannig að kannski fyrstu árþúsundin eftir að ísöld lauk hér á landi þá var eina uppspretta lífríkisins var hérna fyrir austan. Nú að lokum þá getum við aðeins báðið svona hvað einkennir íslenska lífríkið. Ég held að ég verði að búa með tíma svona með það sem ég á að gera. Ef við skoðum gróðurinn þá eru hlutfallslega fáar tegundir hér á landi miðað við stærð landsins og ef maður miðað við flórur meginlandsins fyrir austan okkur. Ef við tökum sambærilegt svæði í Skandinavíu, sambærilegt stærð og Ísland, þá miklu fleiri tegundir þar heldur en hér. Og þetta samt ekki algilt samanber mosa, sveppi og fléttur, þessar tegundir sem með fjölgar sem gróum, sem að þetta náttúrulega bara segir endurspegluð einangrun landsins. Svo að lággróðurinn ríkjandi í flórunni hérna.
hluta til stafa það af landnýtingunni sem hefur náttúrulega ekki verið hagfelld gróður eins og allir þekkja, en líka stóru leyti af því að það vantar í íslensku flóruna stórvaxnar trjátegundir og runnategundir sem að gera það verkum að allt gróðurskrú landsins frekar lágstemmd. Nú svo höfum við þessi séríslensku gróðurlendi sem eru tengd eldvirkni og jarðhita og jöklum, eldhraunin sem náttúrulega ákaflega sérstök, vikrana, jökulsanda og þýfið sem líka dálítið spes fyrir okkur, sem náttúrulega endurspeglar eldfjallajörðina og þessa miklu vatnsheldni jarðvegsins sem svo getur frosið og hreyst í allar áttir. Af dýrunum þá sama töf á teningnum, það eru hlutfallslega fáar tegundir hér á landi, en það ekki alveg, ef við skoðum til dæmis skordýr, þá það ekki alveg algilt, en mórdýrin, það eru þekkt 280 tegundir mórdýra í Noregi og 140 hér á landi, við erum með 50% af allri mórdýrafánu Noregs. Ef við kíkjum að hina hópana eins og skordýtur, fiðrildi, æðvængjur, tvívængjur, bjöllur, þá erum við með svona frá 3 upp í 10% af fánu Noregs. Hvað eru mórdýr? Það eru pínulíkt til smákvikindi sem að það var nú kallað stökkmor í gamla dag, það hoppa svona, maður sér þetta sem svona eins og ryggholt sem eru að hoppa í gróðurinn og jarðveginum, moldinni, já. Þetta eru jarðvegsdýr. Og hérna vantar ýmsa stóra hópa eins og skriðdýr og frostdýr auðvitað og ýmsa stóra hópa skordýra sem eru mjög mikilvirkir í vistkerfum annarra landa eins og termíta, maurar, engisbrettur, drekaflugur. En hér aftur á móti eru mjög stóri stofnar af mörgum fuglategundum og við erum með ábyrgðategundir, við berum ábyrgð á allmörgum stofnum fugla vegna þess að þeir eru það stóri hér á landi með við nágrannalöndum. Það einhver sjófuglar auðvitað og mófuglar sem eru áberandi hér og vatnafuglar, en afar fáir spörfuglar hlutfallslega sem að endurspegla náttúrulega skógleysi. Og hér eru aðeins eitt upprunalegt spendýr og þá ætla ég bara að ljúka með þessu og gefa ykkur færi á að spjalla og spyrja. Takk kærlega fyrir, Snorri. Gefið mér endilega merki, ég ætla að koma með hljónemann til ykkur. Ég veit að það hlýtur að brenna eitthvað á ykkur. Já, Pétur heiti ég, það bara það svona sagði því það eitt spendýr sem var kom músin með manninum eða? Já, það talið, já. Það náttúrulega ekki hægt að útiloka að agamús hafi borist einhvern veginn í fjötanum fyrir landnám, en flestir telja að hún hafi komið með mannum. Ég verði endilega að fá að óska til hamingjuverðlaunum. Ég var að sjá bókina í fyrsta skipti, það er jafn stórkostlega til vonandi. Þetta mikill fengur, heldur bara fyrir alla að fá þessa samantekt. Já, ég get skilið að það sé mikil vinna þarna baki. Takk fyrir það. Ég er náttúrulega óskaplega þakkláttur fyrir viðtökurnar, en það er engin fræðum að fara með dæman eða þá, þannig ég er náttúrulega drullurhræddur við það, sko. Þegar þeir fara að hjóla í þetta. Og Já, ég ætla bara að taka undir það sem hér var sagt. Óskaði kærlega til hamingju með bókina og það er ansi margt forvitnilegt og gaman að sjá þetta svona dregið fram í heild og svona mína reynsla plöntum hér og annar staðar, þá er svona held ég flest sem manni finnst líklegt og vera eins og ég var lengi svona kannski á þeirri línu að það væri þó nokkuð af plöntur sem hefur lifað hér á ísöldina, en það virðist vera með jarðfræðilega kannski meira og meira ólíklegt. Nú í sambandi við það sem gæti stutta, ég veit ekki, sko flóran fyrir vestan, hún heldur fátæk, þar eru fjöllin lág og þau eru öll kollótt, ísinn hefur skafið ofan á þeim
aftur Austurlandi sem ég þekki mjög vel, þá voru fjöllin töluvert hærri og heilmikið af toppum sem langt síðan ísöður farið, þannig að það hafi verið svolítið meiri möguleikar en ég ætla ekki að fara að gera allt og mikið úr því. Ég hef líka þetta reynst á því bara svona gáta sem já, plöntur sem eru að berast í jökulskerin og það þó að setja lengra í vegalengdinni þá eru það mosarnir sem eru yfirgnæfandi. Það eru einstaka háplöntur sem eru fljótar að kriga en þær eru örfáar, það eru mosar. Já, ég ætla ekki maður þetta lengur en endur taka óskaði kærlega til hamingju. En líklega hefur mosin byrjaði þekkjalandi mosin á fléttunar sko. Já. Svona skáum sem á fléttunar gott svest í. Já, Borgþór heiti ég óskaði til hamingju með þetta glæsilega verk Snorri. Ég vil bara nefna eitt hérna varðandi haugarvan. Hann stundum nefndur sem dæmi plöntur sem borist með mönnum. Ég held að hann hljóti hafa komið hérna langt á undan manninu því hann svo algengur í fuglabyggðum. Sáum hann kom mjög fljótt í Surtseyjar og hérna fuglabyggðir hljóta hafa verið mjög gamlar og útbreiddar í Atlantshafi frá lokum ísaldar bara hreinlega og arfinn hann fylgir fuglinum, þannig að ég til yfirgnæfandi líkur á hann hafi komið miklu fyrr. Já, ég alveg saman því, þetta ekki gott að mig, ég held ég að tekja þetta bara upp úr einhverju heimild, sko, en auðvitað má benda á að það náttúrulega mjög ólíklegt að flesta tegundir hafa sennilega borist mjög oft til landsins, oftar en einu sinni og það náttúrulega gríðarlega mikið verk eftir hjá svona plöntu erfðafræðingum að stúdera stofngerð íslenskra plantna. Birki, það náttúrulega bendir til þess að það hafi allavega komið 2 innrásar birki hingað, þetta Östfjarðabirki og Norðurlandsbirki og svo þetta Suðvesturlandsbirki sem allt öðruvísi. Sigurskúr, hann til í 2 afbrigðum. Vallhumall, mjög ólíkum afbrigðum. Þannig að það örugglega fjöldinn allra plöntur sem hefur borist oft til landsins. Verið hérna fyrir en svo komið afturinn með mönnum. Já, Erla B. heiti ég og innilega til hamingju með þetta stóra verk. Það verður gaman að sjá þetta meira með fuglana en það náttúrulega verið skrifað töluvert þá en varðandi plöntur sem hafa flust til landsins til dæmis og njólin. Þess getið hvenær haldið að hver planta hafi komið? Þess getið í verkinu? Nei, það nú bara ómögulegt að sjá því sko. Það náðulega Hörður Kristinsson og kannski Eyþór sem hafa verið að velta þessu fyrir sér sko. Og Steindór reyndar á sínum tíma. En hann eiginlega horfði á þetta út frá hvaða tegundir eru sem fylgja þessu brölti mannsins sko, hvaða hlaðkollan, hvaða plöntur illgresis eða reskitegundirna sem eru allt í kringum okkur sem að fylgja þessu umróti mannsins og hann svona kannski leiddi líkum að því að þessar hefur komið með manninum þó að getur náttúrulega þess að Borgþór nefndi að það hafi verið komna löngum fyrir. Þetta allt spekulasjónur þetta. Guðmundur Guðmundsson heiti ég, sæll, og til hamingju með þetta allt saman og takk fyrir fyrirlesturinn. Það eitt sem ég að velta fyrir mér þessu, þú talar ördeyðukenninguna og að hún séu miklu fleiri komnir fylgjandi henni, en þú nefnir þarna eina undantekningu. Mér veist undantekningi vera svo sterk að hún geti alveg kollvarpað kenningunni. Já. Hvað segirðu það? Já, kollvarparinn náttúrulega varðandi þær lífverur sko, en ekki held ég varðandi svona þorra lífvera. Þær eru náttúrulega að hafa mjög mikla sérstöðu sem marflag. Þær eru algjörlega uník erfðafræðilega. Það ekki neitt til neitt sem skylt þeim í nágrannalöndunum sem bendir til þess að þær hafi verið hér alveg í óratíma. En við höfum einhver aðrar lífverur sem að líkt á viðum. Ekki sem ég þekki allavega. En ef við tegja erfðafræðingar eftir að stúdera lífríkið alltaf mikið sko, það hafa ekki verið miklar svona stofnarðafræðilega rannsóknir hér á landi. Það ekki rétt hjá mér, Ingarsvalan? Það eru mjög skortnir skammtar. Já. En þetta, eins og ég segi sko, þetta auðvitað svona byggt á líkum sko, því sem líklegast Ég las fyrst að
kynna mig Ingibjörg Sóla Jónsdóttir, bara innleggi í þessu umræðu vatnaflætnar. Það skiptir kannski líka máli búsvæði sem þessar mismunandi lífur eru í. Sko nú þetta grunnvatnsflær og það kannski meira líkur að við lifa af ísöld sem í því á því búsvæði heldur en sem planta sem þarf jarðveg og ljós og svo framvegis. Já, það eru náttúrulega undir ískildinum. Vesturleyti, sennilega hafa nú einhvers staðar verið vakir fyrir það, sko, en ég veit ekki. Já, Sigurður. Já, Sigurður Þórðarsson heiti ég. Bendir ekki til þess með flætnar að þær hafi væntanlega lifað á einhverju, að einhverjar aðrar örverur hafi lifað af undir ísnum? Jú, það lítur náttúrulega að vera, sko, þær eru að lifa aðalega á bakteríum og svona öðrum örsmáum kvikindum í vatninu. Þannig að fæðutegundirnar hljóta að lifa líka, annars þær hafi ekki getað étið bara hver aðra, sko. Er það upplausað ekki? Er það ekki upplausað? Jú, ég held að séu meira og meina upplausað, sko, eins og flest þessi neðan jarðardýr eru. Þau hafa ekkert að gera með sjóna því að alltaf kolsvarta myrkur, eða ekkert að gera með augun. Þá yfirleitt henda þau honum út, gera ekkert gagn. Já, Trausti Baldursson heiti ég, til hamingju bókina, Snorri. Mér langaði að spyrja þig moskítóflugur. Hefur einhverja kenningar á því hvernig við höfum sloppið moskítóflugur? Nei, ég hef ekki kenningar á það, ekki, en ég hef séð að, ég held að Gísli Már Gíslason hafi sett fram þá kenningu að það væri umhleypingar sem að vetri sem að fylgdu illa. Hvort sem að, en ég held að hafa nú verið svona, hann meira slegið fram svona einhverju, sem einhvers konar hugmynd frekar en að hann hafi stúderað það. En það er mjög erfitt einhvern veginn að, maður botnar ekkert í þessu því að það er náttúrulega svo gríðarlega mikið af vöruflutningum og mannaflutningum til landsins að það er náttúrulega líf ekki lengi flugurnar, einstakar flugur, þannig að ég veit ekki hvort það getur lifað af í ferðatösku og hvernig það er. Koma með flugvélum í þess. Og andstæði kringum flugvélum. Já, mann finnst þetta alveg fyrirlegt, sko, af því að nú er hann nóg á vatninu hérna. Er einhver sem vill koma með loka innleggið? Ég má kannski hérna, það gengið svo vel salan að hún er að vera uppseld bókin, þannig að stefni í aðra prentun eftir áramót. Þannig að ef að þið hafið lesið eitthvað í bókinni og reykist á einhverjar svona smávillu sem að auðvelt er að laga, nú er hægt að laga svona í milli prentana eins og ekkert sé af því að það er þetta skiptum út bara einni blaðsíðu. Þannig að þá mætti það endilega koma ábendingu til mig. Ég get náttúrulega ekki fara að umrita textan, en svona ef einhver svona leiðinda villu, ég er náttúrulega svona, það er engin bók villulaus og þessi er ekki villulaus heldur, ég veit það. En annars þakka ykkur bara fyrir. Takk til að.